Ísraelsher hefur drepið hátt í 50 á Gaza þrátt fyrir tilmæli Bandaríkjaforseta að hætta árásum. Hamas-samtökin hafa svarað tillögum Trumps vopnahlé. Viðræður eiga að hefjast í Egyptalandi á mánudag. Forstjóri Barna- og fjölskyldustofu segir að verklagsreglur í leikskólum þurfi að vera skýrari og að starfsfólk fái aldrei svigrúm til að loka sig af með börnum. Tæpur þriðjungur íslenskra unglinga drekkur orkudrykki svo til alla daga og fjórðungur þeirra notar nikótínpúða. Margir segjast sækja í bragðið af koffíndrykkjónum frekar en áhrifin. Eldri borgarar á Húsavík fagna því að nýtt hjúkrunarheimili fari brátt að rísa eftir 4 ára hlé á framkvæmdum. Það sé óspennandi að horfa á hann í holu þar sem ekkert gerist. Gott kvöld. Þrátt fyrir tilmæli Donalds Trump Bandaríkjaforseta að Ísraelsher hætti árásum á Gaza hefur herinn drepið hátt í 60 í dag. Hamas-samtökin hafa samþykkt hluta af tillögum Trumps, meðal annars að gefa frá sér stjórn Gaza og sleppa öllum ísraelskum gíslum. Samtökin vilja frekari viðræður framkvæmdina og búist við að þær hefjist í Egyptalandi á mánudag. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur staðfest að minnst 400 hafi dáið úr hungri á Gaza. Þar af 101 barn, flest þeirra yngri en 5 ára. بالإضافة لزيادة عدد الحالات بتكون مش بس عند الأطفال اللي أقل من 5 سنوات وإنما بدينا نواجه أعداد جديدة وحالات جديدة بنصادفها فوق ال5 سنوات وبالتالي صار عندنا استقبال لحالات سوء تغذية حاد مع مضاعفات طبية من 5 سنوات ل 12 سنة وأيضا جديد صار في عندنا نستقبل الحالات من عمر 2 شهرين أيضا لغاية 6 شهور. Það 1 ár, 11 mánuðir og 27 dagar frá því að stríðið hófst. Aðeins tvisvar hefur komist á vopnahlé. Það fyrra í nóvember 2023 og varði það í 1 viku. Það síðara komst á í janúar á þessu ári og stóð yfir í 8 vikur og 2 daga. Nú vonarglæta annað vopnahlé. Á mánudag kynnti Donald Trump Bandaríkjaforseti áætlun í 20 liðum sem forsætisráðherra Ísraels samþykkti. Í gær hótaði Trump Hamas-samtökunum öllu illu myndu þau ekki samþykkja tillögur sínar fyrir sunnudagskvöld. Síðar sama dag birtu samtökin yfirlýsingu og sögðust reiðubúin að hefja viðræður áætlun Trumps. But thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East. And we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. Ólöf, Bandaríkjaforseti var bjartsýnn þarna en það hefur gengið á ýmsu síðasta sólarhringinn. Hver staðan núna? Akkúrat núna þá hún frekar tvísýn. Síðdegis þá hrósaði Trump Ísraelum fyrir að hætta að varpa sprengjum á Gaza sem þeir hafa reyndar alls ekki hætt að gera en Trump baunaði líka svona aðeins á Hamas-samtökin og sagði að þau þyrftu að hafa hraðar hendur. Annars gæti hvað sem gerst. En það sem við vitum að Hamas-samtökin samþykktu ekki þessa áætlun Trumps bara alveg eins og hún en það kannski við því að búast hún í 20 liðum og kannski einhverjir liðir þarna sem að þarf aðeins að ræða frekar og nú hefur það verið staðfest. Utanríkisráðuneyti Egyptalands búin að staðfesta það að það eigi að hefjast viðræður í Kaíró á mánudag og þangað fara sendinefndir bæði frá Ísrael og frá Hamas-samtökunum. Þannig að það ekki alveg öll von úti enn. Það þrýstingur frá alþjóðasamfélaginu vopnahlé. En Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, líka undir pressu frá eigin ríkisstjórn. Já, það snýst svolítið það í þessari ríkisstjórn Netanyahu að halda þessum hægri öfgaöflum innan stjórnarinnar. Þá erum við aðlega að tala Ben-Gvir, þjóðar öryggisráðherra og Smotrich fjármálaráðherra, halda þeim góðum og nú þegar bara skömmu fyrir fréttir þá gaf Ben-Gvir það út að hann svona hótaði því að sprengja ríkisstjórnina ef að það verður þannig að Hamas-samtökin verði ennþá til í einhverju mynd eftir að gíslarnir eru komnir aftur heim til Ísrael. En hvað segir almenningur í Ísrael og Palestínu þessi tíðindi?
Sko, það svona varfærin bjartsýni, kannski besta leiðin til að lýsa því. Það vilja þetta flest að þessu hryllilega stríði ljúki en á sama tíma þá óttast fólk að það verði ekkert af þessu. Vonar glæta en vart meira hér í miðborg Tel Aviv í dag á hvíldardegi gyðinga og kannski raunsæi því fyrri vopnalestillögur hafa allar runnið út í sandinn og það mun ekki komið ljós fyrir á næstu klukkustundum eða dögum hvort meiri árangur næsta þessu sinni. Erfitt á þessari stund að sjá fyrir sér hvernig sátt geti náðst afvopnun Hamas-samtakanna annars vegar og brottför Ísraelshers frá Gaza hins vegar til að tryggja hlé á árásum og lausn gísla. Well, the concern can come from three sides. One side is, of course, Hamas. He will start playing games. Other concern is Netanyahu. He will start to play games. And the third concern is, maybe Trump will lose interest. كل الشعب مبسوط بالنسبة لمقترحات حماس وبنطلب من جميع الدول العربية والدول الأوروبية تقف في صفنا عشان ننهي الحرب ونخلص من موضوع الحرب لأنه هذا الحرب دمار على الكل علينا وعلى إسرائيل. احنا بدنا تطبيق عملي، بدنا على الأرض إنه في هدنة في الأرض، بدناش كلام وإعلان وهذا في هدنة وبكرة بقول لك في جحيم لغزة وبدنا نقتل وبدنا نكسر. احنا مش مقتنعين في المقترحات، بدنا على الواقع. Forstjóri Barna- og fjölskyldustofu segir skiljanlegt að foreldrar upplifi óöryggi og hræðslu vegna kynferðisbrotamála sem hafa komið upp í leikskólum í Reykjavík. Mikilvægt sé að þeir kynni sér hvernig að ræða við börnin, mál sem þessi hafi nánast aldrei sést hér á landi. Lögregla hefur til rannsóknar kynferðisbrota á 2 leikskólum í Reykjavík. Annað málið kom upp í síðustu viku og hitt í ágúst, en þar grunur að brotið hafi verið á fleiri en 10 börnum. Í rauninu höfum við kannski ekki séð svona mörg börn koma á svona stuttum tíma. En þetta náttúrulega mjög viðkvæmur hópur og erfitt ofta að vinna með vegna þess að sum börnin ómálga, sökum ungsaldurs og það getur verið erfitt í rauninu að koma að því hvort eitthvað saknæmt hafa átt sér stað. En að meintur gerandi sé þó innan leikskólans yfirleitt mjög sjaldgæft og það er í rauninu bara mjög fá mál undanfarin 20 ár. Barnahús tekur á móti börnum sem talið að brotið hafi verið á kynferðislega, allt niður í 3,5 árs aldur, en Ólöf segir að gerðar hafi verið undantekningar fyrir yngri börn. Og öllu ítt til hliðar til að taka við svona ungu börnum því að minni þeirra þá atvik hverfa mjög hratt úr þeirra minni, þannig að mjög mikilvægt að tala við þau hratt og örugglega. Hún segir að þess vegna sé mikilvægt að foreldrar séu meðvitaður hvernig þeir eigi að bera sig að ef grunur að brotið hafi verið á barni. Já, það er skiljanlegt að foreldrar upplifi ótta og óöryggi. Það sem er mjög mikilvægt samt að gera að skoða líðan barnanna, sjá hvort það verði einhverja miklar hegðunarbreytingar hjá börnunum. Og gæta þurfi sérstaklega því að spyrja ekki leiðandi spurninga. Og börn á aldrinum sem á leikskólaaldri eru mjög sefnæm og hættan alltaf svo að þau svara til þess að þóknast hinum fullorðna. Þannig að það er mjög mikilvægt að leyfa þá frekar sérfræðingum að tala við barnið. Þá segir hún afar mikilvægt að skýrar verklagsreglur séu í leikskólum. Og það sé engin einn starfsmaður með barni sem sagt aflokaður einhvers staðar. Það virðist vera stundum svigrúm til þess að gera eitthvað annað. Þannig að það er það sem er kannski ekki nægilega gott. Fjórðungur framhaldsskólanema notar nikótínpúða og tæpur þriðjungur drekkur orkudrykki nánast daglega. Þetta kemur fram í nýjum lýðheilsuvísum landlæknis. Ungmenni sem fréttastofa ræddi við segjast flest drekka orkudrykki bragðsins vegna, ekki til að fá aukinn kraft. Lýðheilsuvísar gefa vísbendingar heilsu og líðan þjóðarinnar. Samkvæmt þeim nota 25% framhaldsskólanema nikótínpúða. Bæði orkudrykkir og nikótínpúðar hafa komið svona svolítið aftan að okkur inn í samfélagið. Það er mjög sterk markaðsöfl sem að ýta þessu að ungmennum okkar með alls konar bragð, tegundum og annað. Ég held að ég byrjaði við höfuð að nota nikótín bara í partíum eitthvað svolítið með vinum og svo fór maður bara að prófa líka nikótínpúða. Ef ég er í partí og það er svona, hei, viltu fá? Þá svona sure, en þetta er ekkert eitthvað svona, þetta er ekki daglegt, sko. Ég tek bara eftir á síðustu árum, þetta var svakalega vinsælt, sko, og líka sérstaklega veip og hannig og ég bara tek mikið eftir þessu í kringum mig, sérstaklega það sem ég á 3. ári, þá var fólk á því eldri og hannig og fólk byrjaði að prófa þetta á hannig. Ég byrjaði að veipa fyrst, síðan fór ég notaði púða. Já, ég byrjaði líka að veipa fyrst og ég byrjaði bara að nota, sko, ég ætlaði að hætta að veipa
og nota nikótínpúða í staðinn. En svo þetta bara orðið bæði. Hefur þú notað eða notarðu nikótínpúða? Já. Hvers vegna? Bara góð tilfinning, eiginlega. Líka bara mjög algengt í samfélagi núna að nota. Veit það ekki. Þetta er bara óvanabindandi. Já, ég byrjaði og síðan getur ekki hægt. Já, það er bara allar að gefa þetta, skilur. Flestir í rauninni áttu sig ekkert á því áður en þau byrjaði þessu, hvað er mikill í rauninni fíkn í þessu og hvað þetta er ávanabindandi. Við erum eftir að sjá betur þegar rannsóknum vindar fram hvaða langtíma skaðlegu áhrif það eru af þessu. Notið þið nikótínpúða? Nei, ég gera ekki. Nei. Þekkið þið marga sem gera það? Já, maður þekkir alveg nokkra sko. Nei. Þekkirðu marga sem gera það? Já, einhverja. Þekkið þið marga sem að nota nikótínpúða? Já, svona einhverjar. Já, alveg nokkri sko. Já, stundum. Það er alveg slatti, já. Ég þekki alveg marga. Ég þekki nokkra, já. Já, ég þekki nokkra. Já, en maður sér það samt svo lítið að það er svo auðvelt að fela það. Já, ég þekki alveg slatta. Þetta er alveg svona miklu meira en það var fyrst mér og mér finnst bara orðið líka ógeðslegt hvað fólk hendir þessu bara hér og þar og er ekki að pæla í hvað afleiðingar þetta getur haft. 30% framhaldsskólanema drekka orkudrykki sem innihalda koffín nánast daglega. Koffín getur haft slæm áhrif á líðan fólks, svo sem hjartsláttartruflanir, svefnleysi og kvíða. Unglingur sem er 50 kíló má ekki innbyrða meira en 125 milligrömm af koffíni á dag. Einn orkudrykkur getur innihaldið alltaf 180 milligrömm af koffíni. Ef unglingurinn fær sér svo 100 grömm af súkkulaði bætast við 15 til 65 milligrömm af koffíni. Og ef hann skólar því niður með hálfum lítra af kóladrykk bætast önnur 65 milligrömm við. Samtals gera þetta yfir 300 milligrömm af koffíni. Það er náttúrulega flestir unglingar sem drekka orkudrykki, sko. Svona einn á dag, nokkuð, eitthvað svoleiðis. Nei, ég drekka ekki orkudrykki, en það er nú alveg ansi mikið fólki sem drekka orkudrykki. Drekkið þið orkudrykki? Það kemur fyrir. Já. Mjög sjaldan. Nei, ég er ekki byrjuð að drekka þá og ég er bara alltaf að reyna að forðast á sem mest. Ég drekk vatn bara í staðinn og reyni að hvíla mig bara sem mest. Hvers vegna fáið þið ykkur orkudrykki? Veit það ekki, bara svona, ég er eitthvað þreyttur eða eitthvað. Mér finnst það bara góðir, sko. Já, nákvæmlega, bara svefnleysi eða þreyta eða eitthvað. Mér finnst það bara góðir og svona, ég er ekkert mikið að pælja kannski fá ykkur orku úr því. Það er eina að halda mér vakandi yfir daginn og svona, þetta hjálpar ekki eitthvað ógeðslega mikið en bara góðir. Bara langir dagar eða keppa í körfunni, þá kannski fæ ég mér hálfan. Orkan auðvitað hlutina þið skilur, þú veist það er aðal svona fyrsta kannski attractionið en þú ferð aftur vegna þess að það bræðast rosa vel. Fyrir orkuna, það er svolítið þannig. Já, svolítið bara svona til að smakka og svona hafa, líka svolítið bara fyrir til þess að rífa mann í gang skilur. Það er miklu meira svona fjölbreyttari bragð hjá svona monsterum heldur svona venjulega svona bara gosdrykki. Alltaf eitthvað nýtt bragð að koma og það er bara gaman að prófa. Ég væri til bara svona að drekka kaffi í staðinn fyrir orkudrykki en bragðið getur verið svona stundum svona deal breaker. Eftir 4 ára hlé á framkvæmdum við nýtt hjúkrunarheimili á Húsavík er útboðaverkinu hafið. Íbúar með útsýni yfir framkvæmdasvæðið hlakka til að sjá það lifna við. Í vor undirritaði ráðherra samning byggingu nýs hjúkrunarheimilis á Húsavík og rauf þar með 4 ára kyrrstöðu framkvæmda. Til frekari tíðinda dró svo í vikunni þegar verkið var boðið út. Eftir langa vegferð, fyrsta skóflustungan í nóvember 2021 og nú erum við loksins komin á þann stað að það er búið að bjóða þetta verkefni út. Íbúar eldri byggingarinnar sem hafa útsýni yfir holuna fagna því að þar fari loksins eitthvað að gerast. Þetta umtalið það sem maður hefur vonast eftir að við gerði eitthvað. Þetta er nú ekkert voðalega svona spennandi að sjá bara holu sem og ekkert gert. Þetta er náttúrulega alveg skelfilegt að horfa upp á þetta mánuð eftir mánuð þetta og ekkert gert en ég hef trú að það tæki heldur betur við sér. Þannig að það verður kannski fagnaðarefni í þín eyru að heyra hér einhverja skruðninga fyrir utan? Það gerir ekkert til. Það gerir ekkert til það er bara gaman að þessu. Forseti bæjarstjórnar vonar að með byggingunni skapist frekari störf í bænum. Það sé sérstaklega dýrmætt á þessum tímapunkti í ljósi stöðunar á Bakka. Ég kvíði náttúrulega mest fyrir því að búa þarna við hliðina á
þegar þeir fara að byggja. En það maður lætur sig hafa það. Ertu bjartsýn á að þú fáir að flytja þarna yfir? Jú, verður bara ekki vera bjartsýn. Ég hugsa það. Ég ekki orðinn það gamall, ég er að verða 89. Ef það byðist að færa sig yfir, myndirðu vilja fara yfir? Já, ég myndi gera það ef það stæði til. Ef þetta hefði komið það upp áður en ég legg upp laupana. Og frá Húsavík víkur sögunni í Breiðholtið. Því Fjölbrautaskólinn í Breiðholti fagnaði í dag 50 ára afmæli. Afmælishátíð var haldin í skólanum í tilefni dagsins og saga hans gefin út. En FB er fyrsti fjölbrautaskóli landsins. Skólameistari, borgarstjóri og ráðherra ávörpuðu gesti og þá var undirritaður samningur sem á að stuðla að aukinni þátttöku barna í íþrótta- og æskulýðsstarfi í Breiðholti. Þetta er til að styrkja íþróttastarf fyrir börn hérna í Breiðholtinu, börn sem er á erlendu brotin, föllun og eiga við einhver samfélagsleg erfiðleika með því að komast í íþróttir. Og þetta er besta forvörnin og besta leiðin til að ná til barna og þau geti tengst sérstaklega börn eins og erlendu brotin og líka eins og með þau börn sem er með ýmsar fallanir. 350 manns tóku þátt í flugslysaæfingu á Reykjavíkurflugvelli í dag. Sjálfboðaliðar tóku að sér að leika slasað fólk og auk þeirra tóku þátt allar helstu stofnanir. Lögregla, slökkvilið, almannavarnir, Isavia, björgunarsveitir, heilbrigðisstarfsfólk, Landhelgisgæslan, Rauði krossinn og fleiri. Vettvangur slysins var settur upp þannig að braki var komið fyrir á hluta flugvallarsvæðisins og eldur kveiktur í bílhræjum, allt til að skapa sem raunverulegastar aðstæður. Lítum til veðurs í kvöld og nótt lægir austanlands. Á morgun verður dálítil lægð fyrir vestanlandið og skil hennar fara yfir landið. Þá verður sunnan og suðvestan kaldi með rigningu og síðar skúrum en austanlands verður þurrt fram yfir hádegi. Hiti víðast 5 til 10 stig en nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Breiðablik varð í gærkvöld Íslandsmeistari kvenna í fótbolta í 20. skipti. Titillinn var nokkuð torsóttur, þó enn séu 2 umferðir eftir af mótinu. Fallbaráttan átti sviðið í bestu deild karla í dag. KR og Afturelding buðu upp á ótrúlegar lokamínútur í Vesturbænum. Bikarmeistarar voru krýndir í hnefaleikum þegar að síðasta bikarmót haustsins fór fram og við förum yfir helstu úrslit dagsins í enska boltanum ásamt öðrum í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu atriði frétta. Ísraelsher hefur drepið hátt í 50 á Gaza þrátt fyrir tilmæli Bandaríkjaforseta að hætta árásum. Hamas samtökin hafa svarað tillögum Trumps vopnahlé. Viðræður eiga að hefjast í Egyptalandi á mánudag. Forstjóri Barna- og fjölskyldustofu segir að verklagsreglur í leikskólum þurfi að vera skýrari og að starfsfólk fái aldrei svigrúm til að loka sig af með börnum. Tæpur þriðjungur íslenskra unglinga drekkur orkudrykki svo til alla daga og fjórðungur þeirra notar nikótínpúða. Margir segjast sækja í bragðið af koffíndrykkjunum frekar en áhrifin. Og eldri borgarar á Húsavík fagna því að nýtt hjúkrunarheimili fari brátt að rísa eftir 4 ára hlé á framkvæmdum. Það sé óspennandi að horfa ofan í holu þar sem ekkert gerist. Þessi fréttatími er á enda, en við segjum auðvitað áfram fréttir á vef og í útvarpi í kvöld og nótt. Við minnum á að það er hægt að senda okkur ábendingar fréttir á netfangið fréttir@ruf.is. En við ætlum núna í bláendan að líta í fylgd Braga Valgeirssonar myndatökumanns inn á opnun fyrstu stóru yfirlitssýningarinnar sem sett hefur verið upp hér á landi með verkum Steinu Vasúlku, eins helsta frumkvöðuls vídeólistar og nýmiðlunar í heiminum. Sýningin sem ber heitið Tímaflakk var opnuð í 8 sölum í listasöfnum Íslands og Reykjavíkur í dag. Hafið það gott í kvöld, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Mér líður sem svona hálfa fiskitönn af heila í syndandum hérna í haustum á mér. Kappsmál, skemmtiþáttur íslenska tungu. Þáttakendur etja kappi í fjölbreyttum leikjum